Transtemi sem sagt bara að veita svona kynstaðfestu þjónustu fyrir öll þeir sem upplifa sig sem trans og núna hefur við fengið auknar beiðnir inn í teymið okkar og eftir því sem að þau hafa aukist þá þurfum við að hafa fleiri sem að vinna í teyminu. Þannig að það er verið að búið að byggja það upp svolítið núna. Fyrst fengum við félagsráðgjafa í fulla stöðu, svo var ég ráðin síðastliðinn júní og svo var Beth ráðin sem læknir núna í febrúar. So I've been doing gender affirming care since 2015 and through that process I've made a lot of contacts and had a lot of experience and I set up a gender affirming service in regional New Zealand and then last year I saw this opportunity to come to Iceland. And I think being Irish and having lived overseas for 15 years, our dream had always been to come back to Europe for a bit of time for our children. And then this opportunity came up to do gender affirming care in Iceland and it was just a bit of a no-brainer. Þetta var auðvitað bara einn læknir og einn sálfræðingur á mánudum og nú erum við starfandi alla virkadaga og erum meira svona teymi. Fólk þarf ekki að fá einhverja beiðni frá lækni til þess að koma til okkar. Heldur fólk getur bara sjálft sótt að koma til okkar í gegnum e-mail okkar transtemi@landspítali.is. Þannig að öll þau sem að telja sig þurfa á þjónustu, kynstaðfestu þjónustu halda, að þau geti leita til okkar. I think with the law that was passed here in 2019, I think it's fantastic that that law has been passed and that has made it essential for the hospital to provide gender affirming care, which is a great thing, and I think the hospital should be proud of the fact that they are doing this and that they have a dedicated team for gender affirming care. Núna erum við nýlega komin hingað í Fossvogin og í fyrsta skipti að þá erum við með svona sameiginlega vinnuaðstöð. Við vorum öll vinnandi í sikkorum sílónum út allan bæ. One of the things that I've heard in the trans community is nothing about us without us. And it's really important that no matter what we do, we get their consultation. So we have a peer support worker as part of our team who is trans, and he's a really important part of the team, and he will be one of the key figures on our team. Okkur finnst mjög mikilvægt að eiga góð samskipti við Trans Ísland og samtökin 78 af því við getum ekki byggt okkar þjónustu út frá því sem við upplifum. Við þurfum auðvitað að fá aðstoð þeirra og við reynum að halda reglulega fundi við þau. Þau hafa bæði komið til okkar hingað á Landspítalann og eins og við líka farið til þeirra út í bæ og hittu þar. I guess the dream would be to have a hub of, a hub somewhere in the community. In town, somewhere preferably, somewhere that we can provide care for both adults and children, access to surgery, access to all the services that they may need, access to social services, access to legal services, access to all the services that you may need to help you progress in life. And I think the goal and our dream would be to have a world-class gender affirming care service in Iceland for all people in Iceland. And I think we can do that.